Det er jo en selvejende institution med selvstændige budgetter og derved selvstændig økonomi, og der har vi formået inden for de senere år at få skabt stabilitet om, således vi i dag har fået de ting til at hænge sammen, og har fået skabt en formue, der skal kigge fremad i tiden. Vi kører aktiviteter hele året rundt, det vil sige 49 uger, hvor den sidste båd sejler op i december, og den første kommer ned i januar. Og det har noget at gøre med disse specielle forhold, der er her i Grønland, i det vores kursister kommer fra hele Grønland. Der er ikke noget, der hedder... vores kursister kommer med båd og med fly. Der er ikke noget, der hedder veje, det vil sige, der er ikke noget bustrafik, der er ikke noget biltrafik, der er ikke noget jernbanetrafik. Og de kursister, vi har fra Nordgrønland, Upernavik, bruger 5 døgn den ene vej og 5 døgn den anden vej. Einn elsti listamaðurinn í Qaqortoq myndhöggvarinn Emil Pedersen. Hann sker út í stein, tré og bein og viðfangsefni hans eru menn og dýr, bátar og sleðar með viðeigandi búnaði. Hann hefur smíðað þúsundrar litlum kajökum sem hafa farið allan heim. Verkstæði Emils í 4 fermetra húsi á lóðarhorninu hjá honum. Þaðan sér hann til allra átta og í beinu sambandi við umhverfið sitt sem grænlendingum mjög mikilvægt. Emil sögumaður af Guðs náð og á sama hátt hans listræni tónn. Hann hefur fyrst og fremst gaman af því sem hann að gera og ef hann kemur húmor fyrir í verkum sínum þá gerir hann það umsvifalaust. Í Lýðháskólanum talsvert safn listaverka, bæði útskurður og myndlist. En mest þar að verkum eftir grænlensku listakonuna Aga Höök sem býr í Qaqortoq og einn kunnasti listamaður Grænlands. Hún náttúrubarn og mjög sérstæður persónuleiki. Sækir myndefni sitt í lífsandan í kringum sig, fólk, dýr, fjöll og haf, anda Grænlands. Skinnaverksmiðjan í Qaqortoq sú stærsta á Grænlandi. Í vörugeymslunum voru 120.000 verkuðskinn. Selskinnin eru hryggurinn í sútun og verkun en einnig hreindýraskinn, gærur og ísbjarnaskinn. Í verksmiðjunni bæði frumvinnsla og fullvinnsla. Þar fullkomin saumastofa, þar hannað og saumað og unnið það öflugri markaðssetningu en tugir starfsmanna vinna við verksmiðjuna. Grænlenskar konur kunnar fyrir snilli í handverki og saumaskap og sú reynsla og þekking sýnir sig á saumastofu verksmiðjunnar. Það mikil vinna og vandasöm að súta ísbjarnaskinn. En veiðimenn í nyrstu byggðum Grænlands og á austurströndinni veiða talsvert af hvítabjörnum. Sumir skafa þau og þurrka sjálfir en slatti fer til skinnaverksmiðjunnar. Glæsilegir pelsar úr selskinni saumaðar á saumastofu skinnaverksmiðjunnar en einnig margs konar flíkur aðrar, vesti, húfur, jakkar og fleira. Árabil hefur verið erfitt fyrir Grænlendinga að selja afurðir frá veiðimönnum vegna árása Greenpeace og annarra alþjóðlegra sérhagsmunasamtaka á grunn grænlenska samfélagsins, en heldur hefur rofað til í þeim efnum. Karl Lyngne, kennari við Lýðháskólan í Qaqortoq,
slóst í för með leiðangur okkar suður á bóginn. Hann stjórnar söngmenntinni í skólanum og leikur á harmonikku og píanó. Á meðan leiðangursmenn gerðu klárt fyrir næsta legg, heimsókn í kirkjunni í Hvalsey, lék félagi okkar á bryggjunni einn ærlegan sjómannavals. Það gefur á bátinu við Grænland, segir í gömlum sjómannasöng. Veðrið lék yfirleitt við okkur, en þegar við lentum í verstu hrínunum var kvikmyndavélinni pakkað snarlega niður því hún er ekki smíðuð fyrir pus og jafnvel blússandi ágjöf. Það er nokkurra 20 kílómetra leið milli Hvakkartokk og Hvalseyjar, en það merkilega er að Grænlendingar miða ferðalag ekki við vegalengdir heldur tíma og hann er afstæður í Grænlandi. Það er því engin tilviljun að mest notaða orð grænlenskrar tungu er orðið imacha eða kannski. Siglingaleiðin til Hvalseyjar römmuð inn af fögrum og frambærilegum fjöllum. Sólin var farin að leika sér með kvöldskuggana þegar við nálguðumst Hvalsey, en spegluninn frá haffletunum í nálað fjallana skóp eins konar undras við tilverunar fyrir leiðangursmenn sem fleyttu kettlingar eftir haffletunum. Rústir Hvalseyjarkirkju eru magnað minnismerki forna búsetu norrænna á Grænlandi. Kirkjan er fagurlega hlaðin en talið er að hún hafi verið byggð 1300. Innanmál kirkjunar er 16 x 8 metrar, en þykkt veggjanna er 1,5 metri. Allir útveggir eru fremur heillegir en þakið er horfið. Víst er að torf hefur verið á þaki kirkjunar. Heillegustu rústirnar í Hvalsey eru kirkjan sjálf, nánast tilbúin til þess að skella á hana þaki. Margar aðrar rústir má greina, svefnskála prestsbústaðarins með rými fyrir 10 rúm og langeld á miðju gólfi, rústir gripahúsa og einnig eru taldar vera þar steinhleðslur úr heiðnum síð. Það síðasta sem við vitað norræna menn á Grænlandi samkvæmt skrifuðum heimildum er einmitt brúðkaup í Hvalseyjarkirkju, 14. september 1408. En til þess brúðkaups kom hópur Íslendinga á skipum og hafði vetursetu. En allan tíman sem síðan er liðinn hefur Guðshúsið staðið af sér storma og strauma og hver sjálfstæður steinn í þessu sérstæða húsi Guði til dýrðar. Eiríkur rauði sigldi til Grænlands 982. Hann kom að landi á gróðursælli suðvesturströndinni. Þá hófst saga norrænna manna á Grænlandi en saga eskimóanna grænlensku er 4000 ára gömul. Leiðangur okkar var komin til Qaqortoq eða Julianuhöfn. Við höfðum lagt upp frá Narsarsuaq til Brattahlíðar, byggðar Eiríks rauða. Bæjarrústir bæjar Eiríks rauða standa enn. Þaðan lá leiðin til Garða, forna biskupssetursins og nær 1000 ára gamalla rústa. Norrænir menn völdu sér Narsaq til búsetu í upphafi Grænlandsferðanna, en þar er nú blómlegur og fallegur útvegsbær með bryggjuspjall og blúsandi mannlífi. Þegar við nálguðumst Qaqortoq
heilsað okkur tígulegur borgarísjaki eins og höggmynd á haffletinu. Í Qaqortoq er útgerð, verslun, iðnaður og listelst fólk veiðimannasamfélags. Steinsnar frá bænum er Hvalsey með hinnar fornu rústir Hvalseyjarkirkju. Þar sem síðast er vitað kirkjulegu athöfn norrænna manna á Grænlandi árið 1402. En við tókum kórsinn suður á bóginn, suður til Ketilsfjarðar skerjótta og þrönga vogskorna firði. Hvarvetna er ísrek á leiðinni, náttúrudýrð í lögun landsins og litbrigðum hafs og himins, en fásbrúðut fuglalíf. Fjörður tekur við af firði, náttúrufegurðin sterk, breið og mikilfengleg. Í mörgum fjörðum Suður-Grænlands ganga skriðjöklar Grænlandsjökuls í sjó fram og skila frá sér borgarísjökum sem sigla firðina í stóískri ró eins og Guð hafi ýtt þeim úr vör. Sumstaðar var siglingaleiðin þröng sund nokkurra metra breið. Það var ævintýralegt að kljúfa þannig landið eins og að renna inn í það, en það einkennir samband manna og mikilfenglegrar náttúru Grænlands að verða ósjálfrátt hluti af henni. Klukkustund eftir klukkustund síldum við á hverjum degi suður á bóginn, yfirleitt í þokkalegu veðri, en stundum var vindaldan hvöss og fjarðavindurinn sterkur. Og skyndilega kviknaði líf á strönd. Þorpið Suðprófin var framundan. Lítið þorp, eins konar áningarstaður á langri leið milli byggða. Sjávarpláss, þar sem menn una glaðir við sitt og asi heimsins kemur þeim ekkert við. Brauð gátum við ekki fengið á hótelinu, því við höfðum ekki hringt og pantað. Bensínsölumaðurinn fór í helgarfrí, svo við urðum að láta varabirgðirnar duga, en þetta var indælt fólk með hlýtt handtak. Við hegðum okkur bara ekki í réttri röð. Frá Suðprófin var ferðinni heiti til eyjarinnar Únartok, þar sem hverasvæðin eru og heitulaugarnir. Við tókum stefnuna í austurátt, fyrir mynni Hrafnsfjarðar og síðan inn Únartokfjörð eða Siglufjörð eins og hann hét á tíð norrænna manna. Við sigldum mikla breið af mulningsís og var auðséð að mikill borgarísjaki hefði sprungið skömmu áður. Við Únartok lágu bátar við ból, en grænlendingar leggja á sig löng ferðalög til þess að njóta heitulaugana, ýmist til skemmtunar eða lækninga. Það var strekkingsvindur og þokugrámi í Fjarðarfjöllunum. Tjöldum var slegið upp, því það hefur löngum verið kappsmál manna á þessum slóðum að það var þak yfir höfuðið. Menn komu sér úr sjógólunum, því nú lá fyrir að náu sér hrollinum í hinum heitulaugum Grænlands. Andstæðurnar voru miklar. Stærsti jökull í heimi lá yfir landinu, 1,8 milljón ferkílómetrar af ísbreiðu. Á firðinum dóluðu borgarísjakar og skyndilega tóku 1 tugametra hári jaki að velta sér og hrista svo flóðbylgjur fóru af stað. Það var kærkomið að komast í heitulaugarnar, 30 til 35 stiga heitar. 2 laugar og Seitlandi heitir lækir á milli. Á Únartok er annar tveggja hverasvæða á Grænlandi. Hitt er nokkuð sunnan við Skorupusund, á austurströndinni og síðan þéttast hverasvæðin á Íslandi. Flóra Grænlands lék sér í golunni, eyrarós og ótal grös, loftbólur í hveravatninu,
bláklukkur, vatnasinfónían og sóleyjari varpa. Við bárum bátana fram fjöruna og gerðum klárt á ný fyrir næsta legg leiðarinnar, út Siglufjörð, fyrir mynni Álftafjarðar og til vesturs að mynni Ketilsfjarðar til bæjarins Nanortalik. Siglingaleið okkar frá Sydprófen hafði verið að norðurenda Unartok, en síðan héldum við áfram för í kringum Eina og út firðina mót Haföldunni. Sífellt urðu fjöllin brattari og reisulegri. Við sigldum greitt þótt kitlaði við kjöl. Á leiðinni mættum við fiskibát á fullu stími og stóðumst ekki mátið að taka rispu í talstöðuna og spjalla veðrið og veiðivon. Gúmmíbátarnir slógu taktinn nett á öldunni, börðu frá sér og byrstu sig lítillega. Í fjarska dormuðu fjöllin í þokunni. Strandaðir ísjakar voru í höggmyndaleik í fjörunni. En eilíðar smáblómin léku við steina í hlíð. Þröngt sund á suðurleið opnaðist skyndilega sýn til byggðar af kofum veiðimanna. Við tókum land á Thomsenseyju, gamalgrónu aðsetri veiðimanna yfir sumartíman þegar fjarðaþorskurinn gefur sig og laxinn fer á kostum við færi og ból. Á trönum lá flettur fjarðaþorskur í sól og vindþurrkum. Það var búsældarlegt í veiðimannabyggðinni og við stóðumst ekki mátið að þykja smakkið. Þennan ljúffenga og mjúka fjarðaþorsk sem bragðast vel, hvort sem hann hrár, soðinn eða þurrkaður. Grænlenska konan kunni að njóta eftirréttarins, krækiberjana sem hún bar eitt á eftir öðru að vörum sínum, en við rifum fiskinn í okkur. Við ákváðum að borða kvöldmatinn á klöppum veiðimannaplássins, keyptum væna laxa af veiðimönnum sem voru að koma að og Hörður Bryti fór fagmannlegum höndum soðninguna. Prímusvarnir voru gerðir klárir og það kom glamp í augun á mannskapnum því það var veisla framundan. Húsi veiðimannanna eru örsmá, í raun eins og lítil tjöld, en ramger og hlý þegar prímusinn raular lögin sín og þau haggast ekki undir vetrinum. Laxinn var færður upp á stein, þar sem guðskaflar svangra leiðangursmanna röðuðu sér á bitana sem hurfi eins og dögg fyrir sólu, við sígandi birtu og rólegheit allt umkring. Veiðimennirnir voru kvaddir, þetta nægjusama og lítilláta fólk, og síðustu mílurnar til Nanortalik voru teknar með léttu skriði. Við innsiglinguna til Nanortalik var tígulegur borgarísjaki botnfastur, en við tókum stefnuna á gömlu höfnina þar sem elsti hluti bæjarins stendur eins og útaf fyrir sig í þyrpingu gamalla húsa. Bæjarbragurinn hlýlegur þar sem hann speglast í kirkjunni og gömlu húsin bera keim aldanna í fasi sínu þar sem hvert þeirra hefur sitt markaða hlutverk. Fólkið er á ferð út og suður og gengur til verka í hversdagsleikanum. Höfnin með sinni eilíðarsinfoníu, þar sem bátar eru ýmist að komið að fara og bryggjupollarnir taka öllu sem að höndum ber eins og æðrulaust fólkið í fámenni þessa víðfeðma lands. Í nágrenni Nanortalik hafa fundist klæði norrænna manna merkilega vel varðveitt, en með sanni má segja að í svalanum sé sælt að geyma.
Sólgæslan kviknaði rólega og eyjar og sker tóku sér stöðu út úr þokunni. Allt vaknaði sín venjulega veg og leiðangursmenn tóku hafurtask sitt til handargags því bátarnir byðu siglingar í Ketilsfjörð. Þar sem bestu bithagar í heimi eru til handa sauðkindinni, þar sem næst elstu fjöll í heimi tróna, fjörðurinn fullur af fiski og Paradísardalur lúrir með skóglendi og skínandi gróður. Við lögðum í hann áleiðis til Tassiusaq í Ketilsfirði eða Tassimjútfirði. Það var kalda skítur og bátarnir fleyttu kerlingar í kröppum dansi. Með saltstorkið hár í svellandi byr sigldum við inn Ketilsfjörð sem hýsti fjölmörg býli á tíð norrænna manna, klaustur og hvaðeina. En nú eitt þorp við þennan 70 km langa fjörð og nokkur býli sauðfjárbænda. Á leiðinni reyndum við að bergstöllum í fjallshlíðinni þar sem lækir féllu hátt af brúnum. Við bárum okkur eftir vatninu til þess að skola saltbragðið af vörunum. Þorpið Tassiusaq liggur utarlega við Ketilsfjörð og í buktinni fyrir innan plássið eru nokkur býli sauðfjárbænda. En nokkur innar er vatnið Tassirssuaq við Paradísardal, ævintýraveröld gróðurs á Grænlandi. Skammt frá Tassiusaq kom gat á einn sódjakkinn og þá lá beinast við að kippa honum á land og bæta gatið. En heimamönnum hafði þótt undarlegt þegar gummibátur hálffullur af sjó festi við landi, einn maður við stýri en 3 standandi með allar hendur á lofti og tipplandi á 30 fingrum var bjórkassi. Leiðangursmenn tóku því rólega meðan líminn tók sinn tíma. Það var mikið að vera eitthvað að gera fyrir bátsmannin að drekka bjór. Grænlenski fáninn blakti við hún í Tassiusaq. Það var fyrsti skóladagurinn að venju miðjan ágústmánuð og allir bæjarbúar sátu veislu í félagsheimilinu í tilefni þess að 2 börn hófu nám þetta haust. Utandyra leku börnin sér eins og barna er siður. Og jafnvel sjófuglarnir leku sér í hópflugi. Á kletti í bænum satt drengur í hátíðarbúningi, alvöru gefinn yfir óvissu útliti menntagyðunnar. Allir voru í hátíðarskapi þennan fyrsta skóladag því þarna sem annar staðar er menntunin mælikvarðinn inn í framtíðina og frá félagsheimilinu heyrðist angurvær söngur heimamanna. Elstu borgarar bæjarins voru heima við, þau Ezekiel Danielsen og kona hans Louisa. Rist rúnum tímans og reynslunar, mörkuð baráttu veiðimennskunar við óblíðar aðstæður. Og kvöldhúmið kallaði í kyrrðinni, þar sem hús, haf, fjall og fólk fór fetið og dagur datt af degi. Í buktinni fyrir innan Tassiusaq býr Malekíes fjárbóndi og talar íslensku eftir nokkra dvöl á Íslandi að kynna sér sauðfjárrækt í Leirhöfn á Langanesi. Við heimsóttum Malla. Náttúrufegurðin lét ekki sinn hlut eftir liggja. Heimafólki tók á móti okkur, en þótt hvert land hafið að öllu jöfnu sína sérstöðu í útliti og aðstöðu sveitabíla, þá var hollingin öll einhvern veginn alveg svo sama og heim á Íslandi. Við gengum að rétt fjárhúsanna til þess að líta á sauðfjárstofnin af íslensku kyni eins og allt sauðfé Grænlendinga. Það leyndi sér ekki svipurinn af séra Guðmundarkyninu. Við ræddum við Malla sauðfjárbúskapinn. Hvað ertu með margar kindur, Malli? 250 á viturinn. Já. Kannski 500 núna. Núna? Já. Þannig að það eru ekki margar tvílembur. Nei. Þú varst á bíli á Norðurlandi? Já,
Jeg var i Drálandi, 20 km frá Þórsöfn. Frá Þórsöfn, já. Hvenær komstu til Íslands fyrst? 84. Og varst hvað lengi? 10 mánuði, held ég. Og lærðir að tala íslensku á þeim tíma? Já. Kinnungar bátanna kistu Ketilfjörðinn léttilega. Við stefndum að ánni sem rennur úr Paradísardal í Tassersvakvatn og í Ketilsfjörð. En þar hugðumst við draga bátana upp fljótið til þess að geta síðan siglt inn að Paradísardal, dalsins sem eins og ævintýri í ótrúlegri náttúru Grænlands. Við komum mönnum fyrir á bökkunum beggja megin árinnar og settum dráttarbönd í bátinn. Síðan var slakað og híft eftir þörfum til þess að komast hjá flúðum og klettum, en upp ána mjakaðist flegið því þolinmæðin þrautri vinnur allar. Áin er 1 kílómetri að lengd og fallhæðin er nokkrum tugin metra. Árbakkarnir voru kjarri vaxnir og eftir því sem nær dró sjálfu vatninu jókst gróðursældin og það var eins og að ganga inn í nýja veröld. Skriðjökullinn úr fjarðarbotninum var úr sjónmáli en skrýttar jurtir skörtuðu sínu fegursta. Grænlenski grávíðirinn var áberandi, en hann er amerískur að ætt og uppruna, enda heyrir Grænland landfræðilega til vesturheims. Vatnið blasti við, 15 km langt í öllu sínu veldi, girt fjöllum á alla vegu, ómótstæðilegt fjallavatn. Það var þéttsetið í bátnum þegar siglt var inn Tassersvakvatn, galsi í mannskapnum, enda ekki á hverjum degi sem menn nálgast paradís. 70 km langur Ketilsfjörðurinn var endastöð okkar fyrir siglinguna til baka norður, en eftir heimsóknina í Kingudalinn eða Paradísardalinn ætluðum við að skriðjöklinum í botni fjarðarins. Í lítilli eyju á Tassersvakvatninu fór hluti leiðangursmanna í land, því skyndilega hvesti og vindbáran var hörð og puskjörn. Á meðan fyrri ferðin var farin, notuðu menn tíman til þess að skoða þessa litlu eyju, fuglalífið, fjöllin í kring, kasta fyrir fiski með stöng og kveikja fjörueld úr spreki til þess að ylja sér. Allt mjakaðist þetta og lagt var í hann í seinni ferðina til móts við félagana í Paradís. Stórkostlegt fjallabeltið kögrar þennan sérstæða dal Grænlands. Snarbrattar hlíðar, skógivaxinn dalur með allt að 8 til 9 metra há birkitré og flestar tegundirnar í 250 tegunda flóru suður Grænlands. Við gengum dalinn sem lokast af skriðjöklinum í dalbotni en opnast til vatnsins á hinu veginn. Þarna var mikill og fagur blómundur, kröftug hvönn, mikill kjargróður, blóm og fjöll í bland og mátti ekki á milli sjá hvað var fegurst. Sigurskúfurinn setur mikinn svip á umhverfið, en hann vex víða á Suður Grænlandi. Fjöllin í þokusiglingu. Burkni. Fjúkandi foss í bergi. Og áin líðast dalinn sinn. Leiðangursmenn slöppuðu af og nutu náttúrufegurðarinnar í hinni samanþjöppuðu fegur Grænlands. Einirinn er eina innlenda barnið. Birkið er kröftugt.
Bláklukkan kemur víða við. Undafíflar. Rhododendron eða alparós. Maríustakkur. Og stargróður. 30.000 ferkilometra meira og minna gróið land á Suður Grænlandi er einhverjir bestu sauðhagar í heimi og sumarbeitilland. Jökuldunga skriðjökulsins er upphaf dalsins, vatnið sem gefur lífinu farveg. En við héldum til hafs á ný og næsta dag lögðum við upp frá náttstað við ströndina, bátarnir byggðu stiltir við ból og innan stundar var búið að leysa festar og fjöllin heilsuðu nýjum degi. Kirkjuturnin, 1600 metra hátt fjall við Ketilsfjörð, er eitt af hinum mikilfenglugu fjöllum Grænlands. En við þennan fjörð eru þessi frambærilegu fjöll eins og á færibandi og speglunin í lognkiðinni getur verið með ólíkindum. Stundum veit maður varla hvað er upp og hvað snýr niður. Aldur þessara fjalla er 2,5 milljarðar ára, einhver elstu fjöll jarðarinnar. Á miðri leið inn Ketilsfjörð kom leki að einum bátnum og þá var að taka hann á land og snara hlutunum í lag aftur. Loka rifunni og tékka allt af. Eru sprit? Nei, hvað er fyrir Spegla sig hún. Það kom í ljós að hyggilegt væri að skipta skrúfu. Þannig spiluðu menn af fingrum fram og leystu málin jafn harðan. Brekka það, já. Straffa. Ekkert mál. Á meðan gert var við biðlaðabátinn renndu aðrir leiðangursmenn fyrir fiski og hann lét ekki á sér standa fjarðaþorskurinn, smár en lostæti til matar. Það var varla fyrr búið að renna en fiskur var á. Bátarnir brunuðu inn fjörðinn í leik við speglana á 25 mílna ferð. En svo var sem kyrrir væru í stillunni. Engin orð fá lýst fegur þessa fjarðar. Svo magnað er aflið í þessu umhverfi og maður skynjar vel hlunnindin að fara það, taka þátt í því.
Víða í Ketilsfirði er allnokkuð undirlendi og svo var við Klausturdalinn en við stönsuðum í fjörunni þar. Hvönnin, melgresið, fjaran og nálæðin í jökulinn voru söm við sig en forðum var klaustur í þessum dal á tíð norrænna manna og víða í firðinum voru norræn býli. Nú hafa grænlensku grösin breytt yfir flestar rústirnar þóttu víða megi merkja þær í grunni. Okkur bar nær og nær anda Grænlands, höfuðstöðunum, þar sem fjöllin héldust í hendur við jökulinn og magnþrungin stemning lá yfir landi og legi. Ísflekarnir þéttust eftir því sem innar dró og sigla var með gát þar sem ísbænirnir voru. Við tókum land í fjörunni, undir hlíðinni þar sem talið er að innsti norræni bærinn hafi verið í Ketilsfirði. Það er ekki undarlegt að norrænir menn skyldu setjast hér að. Fiskur í sjó, fjárbeit í hlíð, grösugir dalir og gullin náttúrufegurð. Ísmyndir í bland við blómin, líður blær vanga, andsvalur blátær, svo brennur í hjarta löngun og þrá til lífsins.